kjörinnar sveitarstjórnar og vil ég byrja á að óska nýjum kjörnum fulltrúum sem eru 6 talsins til hamingju með kjörið. En 3 úr okkar hópi hafa áður verið fulltrúar í sveitarstjórn og þeim að sjálfsögðu líka óska til hamingju með endurkjör. Sú sem hér stendur boða til fundarins samkvæmt ákvæðum samþykktar stjórn og fundarsköp Norðþings verandi með lengstan starfsaldur í sveitarstjórn. Ég hlakka til samstarfsins við ykkur öll og fulltrúa framboðana í nefndum og ráðum og óska þess að við getum átt heiðarlega og hreinskiptir samskipti þau málefni sem verða á okkar höndum hverju sinni. Það sama á þetta við samskipti við starfsfólk sveitarfélagsins sem við munum öll starfa þétt með á komandi kjörtímabili. Þá að hagnýtum atriðum, en mig langar að biðja kjörna fulltrúa sem vilja leggja fram tillögur eða bókanir á þessum fundi eða síðari fundum sveitarstjórnar að senda þær skriflega til fundarritara. Fundurinn í dag í 19 liðum og dagskráin sem hér segir. Fyrst á dagskrá Norðþing kosning í nefndir til 1 árs 4 ára og tilnefningar á aðalfundi 2026-2030. Annað ráðning sveitarstjóra. 3. skipan stjórnar og þingfulltrúa SSNE. 4. siðareglur kjörinna fulltrúa 2026-2030. 5. fundaáætlun sveitarstjórnar Norðþings. 7. viljayfirlýsing uppbyggingu gagnaðars að Bakka. 7. erindi vegna slita héraðsnefndar Þingeyinga. 8. kosningar til sveitarstjórnar 2026. 9. aðalfundarboð dvalarheimilis aldrara. 10. samningur sameiginlegt þjónustusvæði almenna og sértæka félagsþjónustu. 11. umsókn styrk vegna sólstöðuhátíðar 2026. 12. reglur fyrir stöðuleyfi gáma. 13. umboð til byggðaráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar 2026 og þá eru fundagerðir til staðfestingar. 14. liður það fundur fjölskylduráðs nr. 241. 15. liður fundur skipulags- og framkvæmdaráðs nr. 238. 16. liður byggðaráð Norðþings fundur nr. 521. 17. liður stjórn Hafnarsjóðs Norðþings fundur nr. 44. Og 18. og 19. liður eru fundagerðir Orkuveitu Húsavíkur nr. 277 og 278. Og þá göngum við til dagskrár. Og fyrst á dagskrá afsakið þetta. Fyrst á dagskrá kosning í nefndir til 1 árs 4 ára og tilnefningar aðalfundi og við byrjum á því að kjósa forseta sveitarstjórnar og þá fyrsta og annan varaforseta og þar liggur tillaga fyrir fundurum að Helena Eydís Ingólfsdóttir verði forseti, Rúnar Traustason verði fyrsti varaforseti og Eysteinn Heiðar Kristjánsson verði annar varaforseti og orðið laust þessa tillögu. Og það enginn sem kveður sér hljóð sem hana og þá biðja þá sem geta samþykkt tillöguna vinsalegast að gefa merki þarum. Og hún samþykkt samhljóða. Og þá það kosning í byggðaráð og kannski rétt að forseti geti þess að kosning forseta og kosning byggðaráðs til 1 árs í senn. Þar liggur sömuleiðis fyrir tillaga að Kjartan Páll Þórarinsson verði formaður, Helena Eydís Ingólfsdóttir varaformaður, Aldey Unnar Traustadóttir fari með atkvæði í byggðaráði, Eysteinn Heiðar Kristjánsson, Ómar Gunnarsson, Rúnar Traustason að þeir 3 verði áheyrnarfulltrúar. Varafulltrúar verði Rebekka Ásgeirsdóttir, Þorsteinn Snævar Benediktsson og Salbjörg Matthíasdóttir. Bylgja Steingrímsdóttir, Gísli Þór Brím og Ágúst Sigurður Óskarsson verði varamenn áheyrnarfulltrúa. Og orðið laust þessa tillögu. Það enginn sem vill kveða sér hljóð sem hana. Og þá biðja þá sem geta samþykkt þessa tillögu að gefa merki það með því að rétta upp hönd. Og tillagan samþykkt samhljóða.
Og þá ætla ég að bera upp í einu lagi kosningu í fjölskylduráð, bera fram tillögur fyrst og svo kosningu þar á eftir í fjölskylduráð, skipulags- og framkvæmdaráð, hafnarstjórn, stjórn DA og landsþing sambandsins og heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra ásamt fjallskilastjórum og kjörstjórnum í Norðurþingi. Og við byrjum þá á fjölskylduráði. Þar lagt til að aðalfulltrúar verði eftirfarandi: Rebekka Ásgeirsdóttir formaður, Elísabet Anna Helgadóttir varaformaður, Guðrún Þóra Hallgrímsdóttir, Ágúst Sigurður Óskarsson og Halldór Jón Gíslason verði fulltrúar með atkvæði í ráðinu og Ann Charlotte Fernholm verði áheyrnarfulltrúi. Til vara verði Regína Sigurðardóttir, Helga Björg Sigurðardóttir, Guðni Már Kjartansson, Brynjar Baldursson, Guðrún Einarsdóttir og Svala Rut Stefánsdóttir verði varamaður áheyrnarfulltrúa. Í skipulags- og framkvæmdaráði gert ráð fyrir að Þorsteinn Snævar Benediktsson verði formaður, Bylgja Steingrímsdóttir varaformaður, Ómar Gunnarsson verði með atkvæði ásamt þeim Salbjörgu Matthíasdóttur og Brynjari Baldursinni og Ísak Már Aðalsteinsson verði áheyrnarfulltrúi. Varafulltrúar verði Kristján Freyrik Sigurðsson, Kristinn Rúnar Tryggvason, Einar Sigurðsson, Elín Guðmundsdóttir, Guðmundur Halldórsson og Agnieszka Sotrovska verði varamaður áheyrnarfulltrúa. Í hafnarstjórn lagt til að Eiður Pétursson verði formaður, Kristján Freyrik Sigurðsson verði varaformaður og Alda Unnar Traustarsdóttir meðstjórnandi. Varafulltrúar verði Eysteinn Heiðar Kristjánsson, Einar Sigurðsson og Guðmundur Halldórsson. Í stjórn dvalarheimilis aldrara lagt til að Rebekka Ásgeirsdóttir, Stefán Leifur Rögnvaldsson og Alda Unnar Traustadóttir verði fulltrúar Norðurþings og varafulltrúar verði Bylgja Steingrímsdóttir, Guðni Már Kjartansson og Rúnar Traustason. Landsþing sambandsins, þar gert ráð fyrir að aðalfulltrúar verði Helena Eydís Ingólfsdóttir, Kjartan Páll Þórarinsson, Alda Unnar Traustadóttir og varafulltrúar verði Eysteinn Heiðar Kristjánsson, Ómar Gunnarsson og Rúnar Traustason. Í heilbrigðisnefnd Norðurlands eystra lagt til að Ómar Gunnarsson verði aðalmaður og Ágúst Sigurður Óskarsson verði varamaður. Og þá það fjallskilastjórar. Í Reykjahverfisdeild skógarétt verði Hilmar Kári Þráinsson fjallskilastjóri, Húsavíkudeild, Húsavíkurrétt, þar verði það Aðalsteinn Árni Baldursson, Keldhverfingadeild, Tjarnarleitisrétt, þar verði Einar Ófeigur Björnsson fjallskilastjóri. Í Öxarfjarðardeild, þar sem eru 3 réttir, Tungurétt, Sandfellshagarétt og Landsrétt, þar verði Emil Stefánsson, Baldur Stefánsson og Bjarki Fannar Karlsson fjallskilastjórar. Núpasveitardeild, Katastaðarétt, þar verði Maríus Snær Halldórsson fjallskilastjóri og í Sléttudeild, þar sem Leirhafnarrétt þar verði Kristinn B. Steinarsson fjallskilastjóri. Þá það kjörstjórnir í Norðurþing. Lagt til að í yfirkjörstjórn verði Karl Hreiðarsson formaður, Berglind Ingólfsdóttir og Berglind Ragnarsdóttir verði meðstjórnendur og varamenn í yfirkjörstjórn verði Arnór Heiðmann, Kristinn Lúðvíksson og Hildur Halldórsdóttir. Undirkjörstjórn á Húsavík í deild 1 verði Jón Höskuldsson formaður, Erla Bjarnadóttir meðstjórnandi og Jóna Matthíasdóttir meðstjórnandi og varamenn þeirra verði Bjarki Baldinsson, Karin Gerhardt og Kristján Gunnar Óskarsson. Undirkjörstjórn í annarri deild 2 á Húsavík verði Sigurður Rakel Matthíasdóttir formaður, Gunnhildur Gunnsteinsdóttir meðstjórnandi og Freyr Ingólfsson meðstjórnandi. Varamenn þeirra Víðir Svansson, Kristmann Jónsson og Marela Steinsdóttir. Undirkjörstjórn í Kelduhverfi deild 3 verði Sigurfljóð Sveinbjörnsdóttir formaður, Ingveldur Árnadóttir meðstjórnandi, Sigþrúður Stella Jóhannsdóttir meðstjórnandi og varamenn þeirra verði Sigrún Björg Aðalgeirsdóttir og Berglind Ýr Ingvarsdóttir. Undirkjörstjórn á Kópaskeri deild 4 Guðmundur S. Ólafsson formaður, Hulda Hörn Karlsdóttir meðstjórnandi og Guðfinna R. Sigurbjörnsdóttir meðstjórnandi og varamenn þeirra Rúnar Þórarinsson, Jón Ármann Gíslason og Alda Jónsdóttir.
Undirkjörstjórn á Raufarhöfn, deild 5, það verði Guðný Hrund Karlsdóttir sem verði formaður, Margrét Sigríður Höskuldsdóttir, meðstjórnandi, Sigrún Björnsdóttir, meðstjórnandi og varafulltrúar þeirra Svava Átnadóttir og Olga Freyrisdóttir. Og orðið þá laust þessa tillögur. Aldrei hefur beðið orðið. Forseti og sveitarstjórn, ætla bara að fá að óska ykkur öllum til hamingju með nýtt hlutverk. Mér langaði bara rétt að koma upp til að hrósa okkur öllum í sveitarstjórn vegna þess að þetta er í fyrsta skipti sem ég man eftir sem að kynjahlutföllin standast lög á Íslandi í öllum nefndum og ráðum í sveitarfélaginu. Og ég vildi bara vekja athygli á því vegna þess að fyrir 4 árum síðan þá þurftum við mjög mikið að ræða þetta, það þurfti ekki einu svona að tala þetta núna. Þannig að mér langaði bara að segja ykkur að við erum greinilega meðvituð það og bara áfram við og þetta er mjög vel gert. Takk. Aldi hefur lokið máli sínu og bara það er full ástæða til að taka undir þetta. Það er ánægilegt að staðan skuli vera þessi og meira að segja orðalaust. Þá byrja þessa tillögu upp til atkvæða meðan ekki fleiri hafa kveðið sér hljóðs og bið þá sem að geta samþykkt fyrirliggjandi tillögum skipan í nefndir að gefa merki með því að rétta hönd. Tillögurnar eru samþykktar samhljóða. Þá förum við í mál númer 2 og Bergþór Bjarnason ætlar að víkja af fundi á meðan að við afgreiðum það. Máli snýr að ráðningu sveitarstjóra en fyrir sveitarstjórn liggur ráðningarsamningur við sveitarstjóra í Norðþings þar sem lagt til að Bergþór Bjarnason verði ráðinn sveitarstjóri og samningurinn er þá við hann og orðið laust þetta mál. Það er enginn sem vil kveða sér hljóð sem þennan samning. Þá ber ég hann upp til samþykktar og bið þá sem geta samþykkt samningin vinsamlegast að rétta upp hönd. Hann er samþykktur samhljóða. Þá má hnippa í Bergþór sem við höfum þá samþykkt núna að verði sveitarstjóri Norðþings á þessu kjörtímabili. Þá er það mál númer 3 sem er skipan stjórnar og þingfulltrúa SSNE og fyrir fundinu liggur þá sú tillaga að Helena Eydís Ingólfsdóttir verði aðalmaður í stjórn SSNE og Kjartan Páll Þórarinsson verði til vara og jafnframt að þingfulltrúar á SSNE þingum verði Helena Eydís Ingólfsdóttir, Eysteinn Heiðar Kristjánsson, Kjartan Páll Þórarinsson, Rúnar Traustason og Aldey Unnar Traustadóttir og til vara Þorsteinn Snævar Benediktsson, Gísli Þór Brím, Ómar Gunnarsson, Ágúst Sigurður Óskarsson og Salbjörg Matthíasdóttir. Og orðið laust þessa tillögu. Það er enginn sem hefur kveðið sér hljóð sem þessa tillögu og þá ber ég hana upp til samþykktar og bið þá sem að samþykkja að gefa merki þar Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það mál númer 4 sem eru siðareglur kjörinna fulltrúa en samkvæmt 29. grein laga númer 138 frá 2011 skal sveitarstjórn setja sér siðareglur sem sendar skulu ráðuneytinu til staðfestingar. Ef siðareglur eru í gildi skal ný sveitarstjórn meta hvort ástæða sé til að endurskoðunar þeirra. Ef niðurstaðan er sú að siðareglur þarfnist ekki endurskoðunar, halda þær gildi sínu og tilkynna skal ráðuneytinu þær niðurstöður. Og orðið er laust þetta mál.
Með leyfi varaforseta. Með leyfi varaforseta. Takk. Bara rétt til að skýra hér að í aðdraganda fundarins að þá höfðu kjörnir fulltrúar, nýir kjörnir fulltrúar, samráð sín á milli varðandi reglurnar og niðurstaðan var að halda reglunum óbreyttum og ég legg þá bara formlega til hér að reglurnar verði óbreyttar og þær verði undirritaðar hér að loknum fundi. Takk. Og þá biður þá sem geta samþykkt siðareglur kjörinna fulltrúa 2026-2030 að gefa merki þar Og það samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í mál númer 5 sem fundaáætlun sveitarstjórnar Norðþings en fyrir sveitarstjórn liggja drög að fundaáætlun frá forseta út árið 2026. Það gert ráð fyrir því að fundir sveitarstjórnar verði sem hér segir 20. ágúst, 17. september, 15. október, 12. nóvember og 10. desember og fundartími verði klukkan 13. Í samþykktum Norðþings þá kemur fram að fundir sveitarstjórnar eigi að fara fram 3. fimmtudag í mánuði. Það hendar okkur stundum afar illa eins og þegar kemur að því að leggja fram fjárhagsáætlun og ársreikninga og þar leiðandi eru 2 dagsetningar sem að rýma ekki við samþykktirnar okkar. Það annars vegar 12. nóvember og 10. desember sem eru þá annar fimmtudagur í mánuði. Þannig ég vek athygli ykkar á því en ber orði laust þessa tillögu. Það enginn sem kveður sér hljóð sem hana og þá ber ég funda áætlun sveitarstjórnar upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt hana, hún samþykkt samhljóða. Þá það mál númer 6 sem viljayfirlýsing uppbyggingu gagnavers að Bakka en á 521. fundi byggðarráðs var samþykkt samhljóða tillaga breytingu á viljayfirlýsingu við Giga 42. Fyrir sveitarstjórn liggur til afgreiðslu viðauki fyrsta breyting á viljayfirlýsingu á milli Giga 42 og Norðþings frá 27. ágúst 2025 og orðið laust. Og Bergþór Bjarnason hefur beðið orðið. Forseti og kjörnir fulltrúar. Þann 21. maí 2026 var samþykkt í byggðarráði svo tillaga að virka 13. grein C-lið í viljayfirlýsingu Norðþings við Giga 42 og með því Norðþing heimilt innan 30 daga að gera viljayfirlýsingu við önnur gagnaversverkefni. Jafnframt því að viljayfirlýsingin við Giga 42 verði áfram í gildi án einkaréttisákvæði. Og það sem breytist í núverandi viljayfirlýsingu að 8. grein viljayfirlýsingarnar sem í gildi, hún fellur á brott og í staðinn kemur til að taka af allan vafa skal hvor aðilum sig vera frjálst að eiga viðræður og samningaviðræður við þriðja aðila þróun gagnaversverkefna eða tengdra tækifæra sem og önnur verkefni og ekkert í viljayfirlýsingunni eða þessum viðauka skal túlka þannig að það takmarki eða hamri slíkri starfsemi. Þetta sem snýst það að virka ákvæðið að við getum sagt viljayfirlýsinginu upp með 30 daga fyrirvara. Takk. Bergþór hefur lokið máli sínu og orðið laust. Ekki eru fleiri sem hafa kveðið sér máls, þá ber ég þessa tillögu frá byggðarráði upp til samþykktar. Og þeir sem geta samþykkt hana gefið merki þar Tillagan samþykkt samhljóða. Þá fyrir við í mál númer 7 sem erindi vegna slita héraðsnefndar Þingeyinga en á 521. fundi byggðarráðs þann 21. maí var eftirfarandi bókað. Byggðarráð leggur til að fasteignir á Laugum gangi til Þingeyjasveitar, Þingeyjajörð og lax- og silungsveiðihlunnindi skiptist eftir íbúafjölda milli Þingeyjasveitar, Norðþings og Tjörneshrepps. Norðþing taki lífeyrisskuldbindingar og á móti komi handbært fé.
byggðarráð vísar málin til afgreiðslu sveitarstjórnar. Með leyfi varaforseta. Eftir að byggðarráð fundaði þá kom sveitarstjórn Þingeyjarsveitar saman og það liggur fyrir fundinum afgreiðsla þeirra. En í ljós hefur komið meðal annars að fasteignirnar sem að hafa verið skráðar inn í héraðsnefnd eru í 100% eigu ríkissjóðs og þinglýst eignarheimild sem staðfestir það. Þannig í raun hafi þær kannski ekki átt að vera inn í héraðsnefndinni. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar ítrekar jafnframt ósk sína að eignast Þingey vegna landfræðilegra legu hennar og því er hér með komið á framfæri við sveitarstjórn Norðurþings. Þar sem að við erum ósammála þessu og við höfum haldið svolítið fast í það þar sem að uppruni þess að Þingey fer inn í héraðsnefndina er meðal annars sá að íbúum í Þingeyjarsýslu, Suður Þingeyjarsýslu var gefin eyjan eða þessi hlutdeild í eyjunni. Það langar mig til að leggja til og ég mun senda bara fundarritara tillögu þar að málinu verði í rauninni vísað aftur til byggðarráðs til umfjöllunar og við finnum leið til að leysa þetta með nýrri sveitarstjórn Þingeyjarsveitar. En orðið er laust þetta mál. Enginn sem að vill kveða sér hljóðs þetta mál, þá ber ég þessa tillögu upp til samþykktar en hún er svohljóðandi. Já, hún er lengi á leiðinni, hún er ekki eins og ný átbóksin hjá mér. Já, undirrituð leggur til að málinu verði vísað á ný til byggðarráðs til frekari úrvinnslu með tilliti til nýrra upplýsinga eignarhald fasteigna á Laugum og ólíkra óskar sveitarstjórnar Norðurþings og Þingeyjarsveitar Þingey, jörð og hlunnindi. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu eru beðnir að gefa merki með rétt upp hönd. Tillagan er samþykkt samhljóða. Þá förum við í mál númer 8 sem eru kosningar til sveitarstjórnar 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur til kynningar skýrsla yfirkjörstjórnar framkvæmd sveitarstjórnarkosninga þann 16. maí síðastliðinn og orðið er laust þennan lið. Það er enginn sem vil kveða sér hljóðs þetta mál. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka yfirkjörstjórn og starfsmönnum í undir kjördeildum fyrir vel unnin störf við framkvæmd kosningana.
Þá er það mál nummer 9 sem er aðalfundarboð dvalarheimilis aldrara en fyrir sveitarstjórn liggur boð á aðalfund dvalarheimilis aldrara. Fundurinn fer fram 24. júní næstkomandi í fundarsal stjórnsýsluhús Þingeyjarsveitar, Þingey á Laugum. Og þarna liggur frammi tillaga að fulltrúar Norðþings á aðalfundi verði eftirfarandi: Rebekka Ásgeirsdóttir, Stefán Leifur Rögnvaldsson og Alda Unnar Traustadóttir og til vara Eysteinn Heiðar Kristjánsson, Guðni Már Kjartansson og Rúnar Traustason. Orðið er laust þessa tillögu. Og það er enginn sem vill kveða sér hljóð sem hana. Þá byrði þá sem geta samþykkt hana að gefa merki þarum. Og tillagan er samþykkt samhljóða og Rebekka, Stefán Leifur og Aldey verða þá fulltrúar Norðþings á aðalfundi DA þann 24. júní næstkomandi. Þá er það mál nummer 10 sem er samningur sameiginlegt þjónustusvæði almenna og sértæka félagsþjónustu. Á 241. fundi fjölskylduráðs var eftirfarandi bókað: Fjölskylduráð samþykkir fyrirliggjandi samning og vísar til staðfestingar í sveitarstjórn og orðið er laust. Bylgja Steingrímsdóttir hefur beðið orðið. Já, forseti. Kæra sveitarstjórn. Þetta er raun og veru bara nokkrar efnislega breytingar sem eiga sér stað þarna og ætla ég kannski bara svona aðeins að fara yfir þær í bara stuttu máli. Þetta er umfjöllun þjónustu í þágu farsældar barna er bætt við samninginn. Fyrirkomulag fjárhagsaðstoðar skýrist betur. Umfjöllun héraðsnefnd tekin út og upphæð grunngjalds er uppfært. Og svo verður miðað við launavísitölu í janúar ár hvert frá árinu 2025 og verður við íbúafjölda samkvæmt Hagstofu Íslands frá 1. janúar ár hvert. Þannig að þetta eru svona kannski þær helstu efnislegu breytingar sem voru gerðar á samningnum. Takk. Bylgja hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Þar sem ekki hafa fleiri kveðið sér hljóð sem þetta mál, þá ber ég þennan samning upp til samþykktar. Bið ykkur að gefa merki. Hann er samþykktur samhljóða. Þá er það mál nummer 11, umsókn styrk vegna sólstöðuhátíðar 2026. En fyrir sveitarstjórn liggur umsókn styrk vegna sólstöðuhátíðar 2026. Með leyfi varaforseta. Mér langar rétt aðeins að skýra hvers vegna þetta mál er hér. Þetta er öllu jöfnu eru mál sem þetta tekin fyrir inn í byggðaráði eða viðeigandi ráðum. En þar sem við erum að funda frekar seint að þessu sinni með fyrsta fund sveitarstjórnar og óvíst hvenær næsti fundur eða fyrsti fundur nýs byggðaráðs verði að þá kursum við að setja þetta á dagskrá hér. Það hefur verið að óska eftir 500.000 króna styrk sem er bara sambærileg upphæð og var á síðasta ári og vegna hátíðahalda í tengslum við sólstöðuhátíðina. Og að þessu sinni verður 50 ára afmælis Kóparskjálftans jafnframt minnst og verður það svona helsti viðburður hátíðarinnar. Og ég vil bara leggja til að við samþykkjum þessa styrkbeiðni. Orðið er laust. Það er enginn sem vil ræða sólstöðuhátíðina. Ég ber þessa tillögu þá upp, ber upp þessa umsókn til samþykktar. Hverjir geta samþykkt að veita 500.000 króna styrk vegna sólstöðuhátíðarinnar 2026. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það mál nummer 12 sem eru reglur fyrir stöðuleyfi gáma. Á 238. fundi skipulags- og framkvæmdaráðs var eftirfarandi bókað:
Skipulags- og framkvæmdaráð samþykkir fyrirliggjandi tillögur og reglum og vísar þeim til staðfestingar í sveitarstjórn. Og orðið er laust. Þorsteinn Snævar Benediktsson hefur beðið um orðið. Forseti, kjörnir fulltrúar. Hér erum við aðeins að setja í verklagsreglur þar sem hefur aðeins birst þeim sem sækja gáma við undirritun samnings, aðalega bara til þess að koma veg fyrir klaufaskap. Þetta eru hotlustu hættirnir sem við erum að horfa í og að við séum bara að tryggja það að við séum ekki að fá gáma sem eru götóttir, ryðgaðir og ekki færanlegir, og þetta birtist núna fólki áður en það sækir leyfið og undirritar samningin. Takk fyrir. Þorsteinn hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Það eru ekki fleiri sem vilja ræða reglur stöðleyfi fyrir gáma, þá byrji þær upp til samþykktar. Vinsamlegast gefið merki atkvæði ykkar. Þær eru samþykktar samhljóða. Þá er það mál númer 13 sem er umboð til biðráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar 2026 en fyrir sveitarstjórn liggur tillaga að veita biðráði umboð til fullnaðarafgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar og umboði gildir til og með 9. ágúst næstkomandi frá lokum þessa sveitarstjórnarfundar. Orðið er laust þessa tillögu. Það er enginn sem vill ræða sumarleyfi sveitarstjórnar og þá ber ég tillöguna upp að sveitarstjórn verði í leyfi frá með lokum þessa fundar til 9. ágúst næstkomandi. Þeir sem geta samþykkt það að gefa merki. Og tillagan er samþykkt samhljóða og þá gerum við hlé á þessum fundi. Já, það vantar aldrei. Þá höldum við áfram 164. fundi sveitarstjórnar Norðþings og við erum komin í fundargerð til staðfestingar. Þar er fyrst 14. liður fundargerð fjölskylduráðs og orðið er laust þessa fundargerð. Og Kjartan Páll Þórarinsson hefur beðið orðið. Forseti, kæru sveitarstjórnar fulltrúar, byrjaði að óska ykkur öllum innanlega hamingju með þetta hlutverk sem eru komin í. Mér langar aðeins að tala þriðja lið. Það er samþættingarverkefnið og tillögum að tilnefna það og þetta er eitt af þessum verkefni sem við getum bara verið gífurlega stolt af. Byrja sem tilraunaverkefni en núna sannarlega orðið tilraunaverkefni og þetta er svona eitt af þessum verkefni sem er unnið bara í samvinnu hjá öllum. Og það er algjör samhljómur þegar við förum að stað svona einhverja grunnhugmynd, við vitum ekki alveg kannski hvert við erum að fara, en lendum henni á frábæran hátt og það má svo mikið gleyma því að þetta kostar sveitarfélag aðeins í fjármunum, en sko það sem við fáum í staðinn er svo mikið. Og mér langar svona aðeins að nefna í samanburði, þá erum við oft að tala frístundastyrkina sem við erum líka með og eru fínasta verkfæri. Þessi verkfæri eru öll notuð til þess að stuðla að hreyfingu eða einhvers konar tómstunda þáttöku og það er talið gott eða út svona yfir 80% nýtingu í frístundastyrkjunum. Þannig að ef við getum sagt bara 8 hverjum 10 einstaklingum er að nota frístundastyrkin, það er að segja borga með honum. Og það er einu mælikvarðinn, að einhver greiðir með ávísunum sem við fáum. En þetta verkefni sem við erum búin að búa til, það virka þannig að við erum í rauninu með, ég held við segjum bara 99% þáttöku hjá öllum börnum sem eru inn í þessu verkefni og það er þáttaka. Ég ætla bara að benda á munin á þessu og þetta er bara svona pæling hvaða verkfæri við getum nota til að ná fram ákveðnum leiðum og mér finnst að við megum alveg lyfta þessu upp svolítið út af við. Og það má alveg standa upp og segja þegar útskýra hvernig íþrótt tómstundastarf fer fram og sérstaklega eftir þetta stækkaðu og austursvæðið tekur þátt líka, þá eru 99 af 100 að taka þátt í ákveðnum íþróttakarinn og það er
einstakt á landsvísu. Mér finnst bara mjög stolt af þessu. Kjartan hefur lokið máli sínu og orðið er laust þennan lið. Rebekka Ásgeirsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti ágæta sveitarstjórn. Mér langar að vekja athygli á gríðarlega jákvæð og skemmtilegu máli en það er liður 9 á fundi fjölskyldraás og það er uppsetning leikfélags Húsavíkur og Rocky Horror sem var valin athyglisverðasta áhugaleiksýning ársins árið 2026 af valnefnd Þjóðleikhússins og verður sett á svið í Þjóðleikhúsinu laugardaginn 13. júní næstkomandi. Þetta er verulega verðskuldað því að uppsetningin er glæsileg en leikfélag Húsavíkur gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki í menningarlífi Norðþings og þessi sýning er til marks það. Og ég bara hvet ykkur til þess að ná ykkur í miða ef þeir eru ekki þegar búin að því og ef þeir eru ekki orðnir sein því mér skilst að þeir farið hratt. Takk fyrir. Rebekka hefur lokið máli sínu, orðið er laust þennan lið eða Aldey Unnur Traustadóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ég ætlaði að tala liðin sem Kjartan var að fjalla með hann, það var númer 3, já. Ég ætla taka undir það sem Kjartan að segja, þetta er opaslega gott verkefni, aftur eins og áður, þau sem hafa verið hérna með mér áður, langar mig bara að ítreka mikilvægi þess að því við tölum íþróttir og tómstundir, en við erum alltaf bara með íþróttir í þessu samþættingaverkefni. Það er alveg slatti af börnum sem eru ekki mikið í íþróttum, þau hreyfa sig í sundkennslu, þau hreyfa sig í íþróttum í skólanum, en áhugasvið þeirra og bara líkamlegt form liggur einhvers staðar annar staðar. Og mér langar bara að ítreka mikilvægi þess, að því nú erum við búin að vera með þetta í 3 ár eða eitthvað, að við förum að taka inn tómstundir líka. Eitthvað sem að getur talað til krakkana sem að passa ekki inn í þennan ramma sem að er íþróttir. Já, mér langaði bara aftur enn einu svona vekja athygli á því að það hefur ekki verið gert en við erum búin að vera að tala þetta núna í 3 ár og ég held að það sé alveg komin tími núna vegna þess að þetta er komið á ágætis ról og við erum þá að tala bara einhvers konar listform, það er að vera með dans, það er að vera með leiklist, við erum að tala tónlist, myndlist, bara ýmislegt sem er hægt að taka inn í þetta og þá jafnvel hægt að gera það í formi tímabundinna námskeiða. Það er ekki kannski eitthvað sem þarf að vera allan veturinn, heldur eitthvað sem að væri hægt að skipta niður. Og ég bara óska eftir því að ný kjörin formaður fjölskylduráðs taki þetta mál alvarlega og reyna að gera eitthvað í þessu. Og já, svo ætla ég að segja líka sem að Rebekka kom upp út af, númer hvað var það? 9, já. Ég er bara sammála henni og tek undir allt sem hún er að segja. Ég er sjálf búin að kaupa með miða og er að fara að keyra suður eftir þennan fund og ég hlakka gríðarlega mikið til að sjá þetta og mæli með að öll kíki. Takk. Aldey hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Bylgja. Já, forseti, kjörni fulltrúar. Já, mér langar bara að koma inn upp og taka undir með Kjartani og Aldeyju í liði 3. Þetta er gríðarlega flott og mikið verkefni sem við getum verið bara virkilega stolt af og ég held að sé bara vel horft til okkar bara frá öðrum sveitarfélögum hvað við erum að gera frábæra hluti. Þannig að ég bara áfram gakk með það og ég ætla að vera sammála Aldeyju með það. Það er komin náttúrulega bara ákveðin reynsla á verkefnið og við erum alveg kannski bara komin á þann stað að mögulega getum við farið að útfæra þetta eitthvað svona í annars konar tómstundir. Ég bara tek heilsugur undir það Aldey, alveg sammálaður með það. Og lið 9, ég bara tek undir með Rebekku, alveg innilega sammála og bara ég óska leikfélag Húsavíkur hjartanlega til hamingju með þessa tilfinningu. Takk fyrir. Bylgja hefur lokið máli sínu, orðið er laust þessa liði eða aðra liði fundagerðarinnar. Rúnar, gjörðu svo vel. Forseti, kjörnir fulltrúar. Ég tek bara heilsugar undir með Aldeyju samtíningarverkefnið. Mér finnst mjög mikilvægt að það sé útvikað út í tómstundir, listir og menningu fyrir þá krakka sem að fitta ekki inn í eða passa ekki inn í íþrótta fyrirkomulagið
og þeirra áherslu liggur ekki þar. Einnig finnst mér mikilvægt að við kannski horfum til þess að víkka það út til eldri bekkja í 3. og 4. bekk. Þannig að ég bara bind vonir við það að fjölskyldur þá taki þetta upp á komandi vikum. Takk. Rúnar hefur lokið máli sínu og Ómar hefur beðið morðið, gjörðu svo vel. Já, forseti og kjörnir fulltrúar. Mér langar að óska Bergþóri innilega til hamingju með sína ráðningu og ykkur kjörnum fulltrúum einnig. En varðandi þessa fundagerð, 241. fjölskylduráðsfundagerðina, liði númer 9, mér finnst mikil ástæða til þess að koma upp og hrósa leikfélagi Húsavíkur fyrir frábæran árangur. Og þetta bara eitthvað sem við verðum að halda áfram að styðja við og þetta bara alveg geggjað. Þetta frábær viðurkenning, ég því miður kennst ekki á morgun samt. Takk fyrir mig. Og Ómar hefur lokið máli sínu, orðið laust þessa liði eða aðra liði fundagerðum fjölskylduráðs. Það sem ekki fleiri hafa kveðið sér hljóðs fundagerð fjölskylduráðs að þá er hún hér lögð fram. Við tökum næsta dagskrá lið 15, fundagerð skipulags- og framkvæmdaráðs númer 238 og orðið er laust þessa fundagerð. Það er enginn sem ætlar að kveða sér hljóðs hana og hún telst þá lögð fram. Liður númer 16 er fundagerð byggðarráðs númer 521 og orðið er laust þá fundagerð. Eysteinn Heiðar Kristjánsson hefur beðið orðið. Já, forseti og kjörnir fulltrúar. Það mál númer 11 sem ég ætlaði að vekja hans athygli á, en það er sem sagt fyrir byggðarráðið þá lá bréf frá innviðaráðuneytinu það sem óskað var eftir umsögn sveitarfélagsins vegna endurskoðunar á byggðakvótakerfinu. Ég ætla að tæpa aðeins á umsögn Norðþings, en í umsögn Norðþings kemur fram að sveitarfélagi fagnar þeirri heildar endurskoðun sem stendur á sem nú stendur yfir á byggðakvótakerfinu og telur afar mikilvægt að breytingarnar leiði til markvissari stuðnings við brothætt sjávarbyggðarlög þar sem sjávarútveg eru undirstaða atvinnulífs, byggðafestu og samfélagslegrar þjónustu. Sveitarfélagi leggur sérstaka áherslu á stöðu Raufarhafnar þar sem byggðakvóti hefur verið lykilforsenda fyrir atvinnu, vinnslu og samfélagslegri starfsemi. Án byggðakvóta væri hætta á verulegum samdrætti í atvinnu og fólksfækkunarstaðnum. Því verður að tryggja að framtíðarkerfi byggðakvóta taki raunverulega mið af þörfum þeirra byggðarlaga sem standa höllum fæti og eru mjög háð sjávarútvegi. Úthlutun sértaks byggðakvóta hefur dregist saman 70 tonn frá því að þetta kerfi var sett á fyrir rúmum áratug. En sveitarfélagi telur að megin markmið byggðakvótakerfisins eigi áfram að vera að tryggja atvinnu og vinnslu í sjávarbyggðum, að viðhalda löndunum og starfsemi hafna, að styrkja byggðafestu og að skapa forsendur fyrir áframhaldandi búsetu í brothættum byggðarlögum. Í tilfelli Raufarhafnar er byggðakvóti ekki aðeins stuðningsúrræði heldur forsenda atvinnulífs á svæðinu. Kerfi verður því að miða fyrst og fremst að raunverulegum byggðaráhrifum fremur en almennri hagkvæmni út frá markaðssjónarmiðum einu saman. Því má líta á það sem skynsamlega niðurstöðu að flytja almenna kerfið yfir í sértaka úthlutun og taka mið af framansögðu eins og almenna kerfi gerði og átti að gera í upphafi þess kerfis. Núverandi fyrirkomulag hefur stutt við atvinnu, vinnslu og löndun í sveitarfélaginu. Sérstaklega hefur sértakur byggðakvóti skapa meiri fyrirsjáanleika og markvissari áhrif en almennu byggðakvóti enda byggir hann á samningu til lengri tíma. Sveitarfélagi leggst gegn því að almennu byggðakvóti verði lagður niður og færður yfir í svokallað innviðaleið þar sem aflaheimildir eru seldar á markaði og stuðningur verður fjárhagslegur fremur en tengdur atvinnu, löndun og fiskvinnslu.
Slík leið gæti henta stærri sveitarfélögum með fjölbreytt atvinnulíf en hún myndi veikja mjög þær byggðir sem reiða sig á beina tengingu aflaheimilda við atvinnu og vinnslu. Fyrir Raufarhöfn myndi það fela í sér aukna óvissu og minni trygginga fyrir löndun og störfum. Sveitarfélagi telur því rétt að þróa núverandi kerfi áfram, sameina almennan og sértaka byggðakvóta í markvissara kerfi og byggja á langtímasamningum með skýrum byggða og atvinnumarkmiðum. Sveitarfélagi telur brýnt að sértaku byggðakvóti verði aukin verulega á næstu árum og stærri hluti þeirra aflaheimilda sem ætlaðar eru til byggðastuðnings verði nýttur í slíkt markvisst úrræði. Fyrir byggðarlögum sem Raufarhöfn skipti sértaku byggðakvóti grundvallarmáli fyrir atvinnuöryggi, löndun og vinnslu og áframhaldandi byggðafestu og kvótin verði aukin 200 tonn og verði samtals 650 tonn. Það eru tonn sem til í kerfinu innan 5,3% aflaheimilda, meðal annars í almenna kerfinu á svæðum sem teljast ekki brothætt og bæði með fjölbreytt og stöðugt atvinnulíf. Sveitarfélagi telur því mikilvægt að stjórnvöld styrki þetta úrræði sérstaklega og tryggja að stærri hluti stuðnings við sjávarbyggðir renni til þeirra samfélaga sem eru hvað háðust sjávarútvegi og hafa takmarkaða möguleika til fjölbreyttarar atvinnuuppbyggingar. Eysteinn hefur lokið máli sínu og orðið er laust lið númer 11 í fundargerð byggðarráðs. Eða aðra liði þeirra fundargerðar. Fleiri hafa ekki kveðið sér hljóðs lið nr. 16 fundargerð byggðarráðs nr. 521 og við förum þá í lið nr. 17 sem er stjórn Hafnarsjóðs Norðurþings fundargerð frá 44. fundi fundarstjórnar Hafnarsjóðs og orðið er laust þá fundargerð. Og það er enginn sem vill ræða fundargerð Hafnarsjóðs. Hún telst þá lögð fram og við förum í lið nr. 18 og 19 sem eru fundargerðir Orkuveitu Húsavíkur, nr. 277 og 278 og orðið er laust þær fundargerðir og ég beð fulltrúa ef þeir vilja taka til máls hér að tilgreina í hvorri fundargerðinni þeir vilja taka upp mál og hvaða lið. Og það er enginn sem vil taka til máls undir fundargerðum Orkuveitunar í fundarlið 18 og 19 og þær teljast því framlagðar. Við ætlum þá að fara yfir fundargerð. Við höfum lokið umfjöllun alla dagskrárliði fundarins. Og ég ætla að fara þá yfir bara bókanirnar í hverju lið fyrir sig. Ég ætla reyndar að leyfa mér að sleppa allri upptalningunni í lið 1 en þar tók til máls Aldey og tillagan sem þar lá fyrir varðandi kjör forseta og kjör í byggðaráð og kjör í aðrar nefndir og ráð af vegum sveitarfélagsins voru samþykktar samhljóða. Þá er það ráðning sveitarstjóra en Bergþór Bjarnason vék af fundi undir þessum lið og fyrirliggjandi samningur var samþykktur samhljóða. Skipan stjórnar og þingfulltrúa SSNE, tillagan sem lá fyrir fundinum, hún var samþykkt samhljóða. Siðareglur kjörinna fulltrúa til máls tók Helena og sveitarstjórn samþykkti samhljóða að siðareglur fulltrúa verði óbreyttar. Og ég bið varaforseta báða að hafa augun á fundargerðinni og tryggja að það sé allt eins og á að vera. Þá er það lið nr. 5 sem er fundaáætlun sveitarstjórnar Norðurþings. Sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi fundaáætlun út árið 2026. Mál nr. 6 til máls tók Bergþór. Tillagan er samþykkt samhljóða. Mál nr. 7 erinda vegna slita héraðsnefndar Þingeyinga.
Til máls tók Helena, undirrituð leggur til, ég ætla ekki að lesa þessa tillögu upp aftur, en tillagan var samþykkt samhljóða. Þá er það mál nummer 8, kosning til sveitarstjórnar, lagt fram til kynningar. Og mál nummer 9, aðalfundarboð dvalarheimilis aldraðra, tillagan er samþykkt samhljóða. Og mál nummer 10, samningur sameiginlegt þjónustusvæði almenna og sértæka félagsþjónustu, til máls tók Bylgja og fyrirliggjandi samningur og samþykktur samhljóða. Mál númer 11, til máls tók Helena, sveitarstjórn samþykkir samhljóða fyrirliggjandi umsókn styrka fjárhæð 500.000 krónur. Mál númer 12, til máls tók Þorsteinn, fyrirliggjandi reglur samþykktar samhljóða. Mál númer 13, umboð til byggðarráðs í sumarleyfi sveitarstjórnar, fyrirliggjandi tillaga samþykkt samhljóða. Og þá er það fundargerð til staðfestingar og það er fyrst fundargerð fjölskylduráðs. Þar tóku til máls undir lið 3 tillögur til tilnefninga íslensku menntaverðlaunanna, Kjartan, Aldey, Bylgja og Rúnar. Og til máls tóku undir lið 9, leikfélag Húsavögur, besta áhuga leiksýning ársins, Rebekka og Ómar. Aðrir liðir voru lagðir fram til kynningar. Þá er það mál nummer 15 sem er fundargerð skipulags- og framkvæmdaráðs. Hún er lögð fram til kynningar. Mál nummer 16, byggðaráð, fundargerð byggðaráðs, til máls tóku undir lið 11, endurskoðun á byggðakvotakerfinu, Eysteinn tók til máls þar og aðrir liðir lagðir fram til kynningar. Þá er það fundstjórnar Hafnarsjóðs, hún er lögð fram til kynningar og fundargerðir Orkuveitu í lið nummer 18 og 19 eru báðar lagðar fram til kynningar. Og eru athugasemdir við fundargerð? Svo er ekki og þá er fundi slitið.